ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Allt fyrir stóreldhús, hótel og veitingar, mötuneyti fyrirtækja, skóla og heilbrigðisstofnana. Allt hjá okkur, verslunartækni. Innocent, náttúrulega ferskir drykkir. Sport FM. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neina, sama hvað þau verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með haspið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Já, komið sælir kæru áhorfendur, velkomin með okkur á Sport TV, hingað til Neskaupstaðar. Hér hefjast fyrsti úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna, þar sem að heimakonur í Þrótti Neskaupstað taka á móti Aftureldingu. Ég heiti Sunna Þrastar og ég ætla að lýsa þessu fyrir ykkur í kvöld og með mér er Sævar Már Guðmundsson. Já, komið sæl. Hvað segirðu, Sævar? Svona ef maður skoðar leiki þessara liða í vetur, þá er Þróttur Nes búinn að taka þá alla. 3-0, 3-1, fyrsta leikurinn 6. janúar fór 3-2. Hvað heldur þú að sem að fara að sjá hérna í kvöld? Ég held að það verði líklega engin breyting á þessum úrslitum með þessum að hefur gengið í vetur. Þróttur Nes er bara gríðarlega öflugt með öflugan sóknarmann og spilaraliðsins líka mjög öflug, Valal. Afturelding hefur einmitt átt í erfiðleikum með leikina á móti, en það er samt enginn að segja að þær get ekki unnið. Nei, alls ekki. En það er svona, liðið Aftureldingar þarf að eiga mjög góðan leik til þess að ná að stela sigri hér á heimavelli Þróttar Nes í þessari rimmu, hvort sem það komi núna í fyrsta leiknum eða þriðja eða fimmta, og þurfa alltaf einhvern tímann að gera það til þess að vinna titilinn. Vissulega gæti það alveg gerst. Já. En já, Þróttarar eru komin með 2 titla í hús. Þar verið bikarmeistarar og deildarmeistarar. Nokkuð örugglega deildarmeistarar með 50 stig. Já. Töpuðu einungis einum leik í deildinni á móti Stjörnunni og Afturelding
endaði í öðru sæti með 38 stig. Þannig að það já, Þróttur Nes hefur haft þó nokkra yfirbúri í vetur, það er bara þannig. Já, það er nú eiginlega bara þannig og náttúrulega fengu gríðarlegu liðstyrkur sem kom áramótin var það ekki sem að Helena Kristín kemur tilbaka frá Bandaríkjunum og frábært að fá að sjá hana aftur spila á Íslandi. Spilaði síðast með liðinu kringum 2011 þegar það unnu þrennuna. Já. Og það er alveg ljóst að þær munu gera allt til þess að reyna að ná hér þriðja titlinum í hús. Já. Með þennan leikmann Pálu Gómez þá það alveg kandidatara í meistara þetta árið. En Aftureldinga líka með góða leikmenn hjá sér. Hailey Reyna Hampton öflug í liði Aftureldingar og frábær uppspilarinn líka. Hún hávaxinn og getur blokkað og sótt og gert allt sko. Þannig að Afturelding þarf svona að eiga sinn leik. Síðan sjáum að í byrjunarlega liðinu hjá Aftureldingu og þá hún nú fyrrum leikmaður Þróttarnes, María Rún Karlsdóttir að koma inn. Já, ofsalega gaman að sjá hana aftur á vellinum. Ég held að þetta sé nú bara fyrsti leikurinn sem hún byrjar allavega á nýju ári. Já, hún var að glíma við bakmeiðsl. Já, þannig að það bara mjög ánægjulegt að sjá að hún að koma tilbaka. Og það eru Afturelding sem hefur leikina og það með Keila, uppspilarinn, númer 10. Já, við erum þá að fara af stað hérna í Neskaupstað. Afturelding hefur leik hér á smassi í hávörnuna og út. Og Elína Apostolova skilar því. Mikaela hér aftur með uppgjöfina og vandræði móttökunni hjá Þróttarnes. Þurfa að setja hann léttan yfir. Og Elína skilar honum yfir. Og Alal þarf að setja hann upp. Og María Rún úr afturlínunni. Og Pála setur hann í gólfið hjá Aftureldingu. Jafnar hér leikinn 1-1. Já, Pála setur hann þarna bara, ekkert að setja neitt kraft í þetta smars. Hún bara setur hann á réttan stað. Algjörlega. Þá það Heiða Elisabeth í uppgjöf fyrir Þróttarnes. Já, hún að koma tilbaka held ég eftir smávægileg meiðsli eða eitthvað slíkt og hún reyndlega ekki að spila á móti HK daginn. En náðu ekki að verja þarna þennan liðsmenn Aftureldingar. 2-1 fyrir Þrótt. Og Heiða Elisabeth systir einmitt Helenu. Þessi bolti út fyrir. Fjölmargir áhorfendur mættir hér í íþróttahúsið styðja sínar konur í Þrótti. Helena Kristín þarf að setja þennan yfir. Sigdís mókar hann hann lendir inn í þessi. Vel gert hjá Sigdísi. Sýndist hann að farið út en dómararnir dæmdu hann inni dænabolta. Já, aðaldómar þessum leik Sigurfinnur Líndal Stefánsson og honum til hats og traust Atli Freyr Björnsson. Góður ást þarna hjá Velínu Apostolova. 3-3.
Það er í smá vandræðum þetta með móttökuna í upphafi leiks. Leikmenn Þróttanes. Flott sókn úr afturlínunni og Heiða Elisabeth og enn og aftur úr afturlínunni og þá kemur flottur slætbolti frá Særúnu en Valal lemur þennan og þessir úti hjá Hailey. Það kannski eina sem að Afturelding hefur fram yfir Þróttnes að það kannski eru með aðeins öflugri varnarleik. Já, sennilega hárrétt hjá þér. Geta verið mjög vel stiltar hérna í vörninni afturlínunni. Frábær blokk hérna hjá Valal sem greinilega getur allt. 5-3 Þróttnes í vil. Pála með uppgjöfuna. Setur hann í netið. Og það er Sigdís Lind sem fer í uppgjöf með í maðurinn hjá Aftureldingu. Og þess er úti. Þá er það fyrirliði Þróttanes, Særún Birta í uppgjöf. Góð uppgjöf hérna, Velína nær þessum ekki. Velína sem er nú venjulega með frábæra móttöku. Særún Birta hefur einmitt gegnt hlutverki fyrirliða í vetur hjá Þróttanes. Þrátt fyrir ungan aldur, ekki orðin 20. Þessi fer í gólfið hjá Hrafnhildi Ástu. 8-4 fyrir 8-4 fyrir Þróttanes. Særún Birta áfram í uppgjöfinni. Glæsilegar uppgjöfur hjá henni. María setur hann auðvitað yfir. Hver fær þennan? Helena Kristín. 9-4. Þetta byrjaði vel hjá heimastúlkum. Afturelding. Eduardo Berenguer tekur hér leikhlé fyrir Aftureldingar stúlkur. Aðeins til að skerpa sennilega á móttökunni. Það lenti í vandræðum með móttökuna. Særún Birta er að festa þær hérna. Ef kannski fyrir maður að segja við hvernig þessi lið komist hingað í úrslitin, þá vann Þróttanes HK 3 sinnum 3-0 og það var 3-1 einu sinni, ég er að rugla, og Afturelding vann Stjörnuna 3 svar. Þannig að já, það er búið að vera nóg að gera í þessum liðum upp á síkasti. Já, og þetta eru 2 efstu liðin sem voru í deildarkeppninni, þannig að þau komist beint í undanúrslit. Já. Þurftu ekki að spila aðra leiki eins og HK og Stjarnan, en Afturelding nær að setja þetta sókn yfir. Pála á afturlínu, fín vörn hjá Kristínu. Hailey, glæsileg sókn hjá Hailey. Mikilvægt að ná þessari sókn í golf til þess að brjóta þessu upp leikinn. Og mikilvægt einmitt að fá Hailey í gang. Hún er búin að vera þeirra sterkasti sóknarmaður í ár með þetta tímabilið. Þannig að það er nauðsynlegt fyrir Aftureldingu að koma henni í gang. Já, heldur betur. Það var að spila ágætlega saman, Hailey og Mikaela. Þessi bolti er úti hjá Hailey.
Og þá það Anna María í uppgjöf. Hún búin að vera gríðarlega öflug hérna fyrir Þróttnes í vetur. Bæði í uppspilinu og sókninni. Og uppgjöfunum. Þessi kona, hún getur bara allt. Í rauninni. Það verðist. Sumir eru bara þannig. Það verðist vera þannig. Helena hérna, fín blokk hjá Aftureldingu. Og Heiða. Kemur þennan, Pála. Snerting hjá Heili. Þannig að sjáum við hvað Anna María hefur alltaf marga möguleika. Hún byrjar að spila upp á Helenu, prófa þá Heiðu, klára síðan á Pálu. Algjörlega. Afturelding hefur ekki svona marga sóknar möguleika. Og þær gætu allar þess vegna hafa klárað sína bolta einmitt. Og hérna sjáum við að Velin er að fá uppspilið rosa aftarlega hérna í 4. Já. Hérna kemur Heili. En bolta beint í gólf. Tók af slaginu þarna. Þá var það Fjóla Rut Svaðsdóttir. Fín uppgjöf. Góða móttöku Heiða. Setur hann inn. Góðan stað þarna. Þá er það Hrafnhildur Ásta í uppgjöf. Nóg af fólki í stúkunni hérna í íþróttahúsinu í Neskaupstað eins og venjulega. En þessi bolti er langt út. Þá er það Mikaela. Pála. Setur hann út. Já, þetta er sjálfsög sjón hjá Pálu. Algjörlega. Tíu, 12. Fín uppgjöf þetta ásjá Mikaelu. Hún er einmitt stigahæst Aftureldinga í ásónum. Hún á að vera gríðaröflug í uppgjöfunum. Það ná að taka á móti þessum bolta en skila ekki þessari sókn. Heiða slæði þennan bara í netið og Afturelding jafnar hérna 12-12. Þín móttaka þarna. Pála. Sexan galopin. Sexan galopin. Það gerist ákvæmlega sama eins og áðan í fyrsta stíðinu. Eins og enginn væri bara í sexunni. Það er eins og hún sjáu bara þetta gat þarna hjá Aftureldingu og setja boltan þar. Frábælega gert. Elína slæði þennan í netið. 14-12. Dýr mistök hjá Aftureldingu. Þarna. Og Heiða Elisabeth. Góður uppgæðir. Og tilraun þarna. Já, Önnu Maríu. Pála. Blokkin í Aftureldingu á nú að halda aðeins betur þarna. Já, það voru ekki nógu vel yfir netinu. En Heiða Elisabeth þá með uppgjöfuna 15-12. Új. Þetta er alltaf skemmtilegt að sjá. Hann lekur svona yfir netið boltinn og Þróttarar fengið hérna síðustu 4 stigin. Góðu kafli á þeim, en þessi er úti hjá Heiðu. já. Og Vélína fer í uppgjöf.
Elína. Glæsileg uppgjöf hjá henni. Ásar hérna Þróttara. Flott framlína núna hjá Aftureldingu. Sigdís, María og Hailey. Spurning hvernig að nýta þetta. Þessi er úti hjá Viljunu. Það er bara þannig að Afturelding má ekki gera mistök. Nei, þá er þetta svolítið erfitt fyrir Aftureldingu. Og Pála Gómez. Góð uppgjöf hérna. Sigdís spilar upp á Maríu sem að setur hann í hendurnar á Heiðu. Hún skorar hérna held ég fyrsta stigið á sína gömlu liðsfélaga. Já, svona eins og boltinn hefði bara dáið í höndunum á Heiðu. En Sigdís er með uppgjöfuna. Slök móttaka þarna hjá Þrótturum. María. Hailey fær þennan og stær hann út. Þessi bolti langt út. Hún átti nokkuð góða seríu áðan. Hún Særún Birta. Já, Afturelding lenti í bullandi vandræðum með hana. Að spyrja hvað þeir gera núna. María. Já. Glæsileg sókn hjá Maríu. Maður sér nú alveg, hún er ekkert 100%. Nei. Hún er ekki að hoppa hátt og er svona frekar hæg. Já. En hún er að skila. Og það bara að finna aðra lausnir. Já. Þetta eru 4 snertingar hjá Þróttunes. Sáum þarna miðjusmassarinn rétt strauk boltann áður en að Frelsingin sett hann yfir. Og þetta voru hárréttur dómur hjá Sigurfinni. Fín móttaka þarna. Og Pála er afturlínu. Hailey, Fjóla potrunum yfir. Helena, Kristína. Lauma hérna hjá Mikailu. Og Afturelding jafnar hérna öðru sinni í þessari hreinu. Glæsilega gert hjá Aftureldingu. Og Hailey Hampton. Uppgjöf. Valdís með fínar móttökur hérna. Kristína og Maríu. Sem að slæra hann í neti. Já. Snær slær í antenuna í rauninni. Sáum hann að línu verðin flagga. Fín uppgjöf, fín móttaka á veljunu. María, fín undirdekkun þarna. Hailey. Smá miskilningur þarna hjá Mikailu held ég. Hún hefur ekki átt að sjá því að Hailey var fyrir aftan í afturlínunni. Glæsileg sókn hérna hjá Helenu. Frábælega spila líka hjá henni Valal. Hún er snögg fram, næra spilunum vel út á kant og Helena neglir honum í gólfið. Hvað er að gerast núna? Sennilega verið beðið einhvers konar leikhlé. Hann hefur verið á seinni og fengið að líta tafarspjald. En við sjáum ekki alveg hvað dómarinn er að gera. Þú ert með eina kenningu, þetta er ágætis kenning. Já, mér heyrist þetta vera eitthvað slíkt sem er í gangi. Hann verður að biðja leikhlé á réttum tíma, þjálfari Aftureldingar.
Það þýðir ekki að biðja það eftir að dómarinn hefur flautað uppgjöfun á. En fín uppgjöf þarna hjá Valal. Þá tekur Eduardo sitt seinna leikhlé. Þjálfar að nota stundum þetta tricks í bókinni sinni til þess að trufla andstæðinginn. Já. En það gekk nú ekki, það trufluðu bara sína eigin leikmenn í staðinn. Já. En áfram með smjörið. 21-18. 3 stig og ekki mikill munur. Nei, ekki þegar að... En 4 stig mjög mikill munur. Já. Glæsileg uppgjöf hérna hjá Valal. Segja það. Valal öflug í uppgjöfunum. Þróttarar búin að fá síðustu 4 stigin. Valal heldur áfram að skapa vandræði hjá Aftureldingu. Hér fær þennan Heiða með hörkusókn hérna, góð vörn. Þessi þáttu nálægt fyrir Maríu. Keila og María fær hann aftur. Og skorar bara. Já, ná ekki að stjórna þessum nægilega vel hérna í vörninni. Þannig að Afturelding nær að brjóta þetta á bak aftur. María Rún fyrir uppgjörreitin. Heiða Elisabeth þarna með sóknina. Og Heili var afturlínu. Já, setur hann í golf. Minka munur niður í 2 stig. 22-20. Og þessi uppgjöf langt út fyrir völlinn. Dýr mistök þarna. Já. Og verða ennþá dýrari þegar endurinn nálgast. Sjá hvað Helena gerir hérna. Glæsileg uppgjöf þarna hjá Helenu. Flott móttaka hjá Kristínu. Og Þróttarar hérna 1 stigi frá því að tryggja sér sigur í þessari fyrstu hreinu. Sjáum að þetta er mikil pressa í þessum uppgjöfum. Flott uppgjöfum, svo kallar. Fín móttaka. Heili fær þennan. Góð sókn, góð vörn þarna hjá Valal. Heiða. Fjóla blokkar þennan í gólfið. Hvar ætlum hafi lært þetta? Það er góð spurning. Hún er tekin af velli hér. Steinunn Guðbrandsdóttir kemur inn á til þess að taka uppgjöfina. Öflugur uppgjör hún Steinunn. En það getur verið erfitt að koma á bekknum. Skítkaldur. Já, skrítin staða líka 24-21. Ekki allir þjálfarar sem myndi hafa þetta í sér. Nei, setur boltan beint í netið. Þróttur Nes vinnur fyrstur hinna 25-21. Já. Nóndi einkennilega á hverjum að taka þarna hjá Eduardo, langar maður að segja. Já. Svona því að þær hafa kannski ekki verið að klikka of mikið í uppgjöfum. En hann hefur greinilega ákveðið að treysta Steinunni fyrir verkinu. Já. 25-21, við tökum okkur smá pásu hérna.
Já, þá fyrir við að hefja aðra hrinu hérna í Neskaupstað. Þróttarar tóku fyrstu hrinu 25-21. Já, þetta var alveg spennandi hrina, fyrsta hrinan. En Þróttur Nes með meiri stöðuleika á sínu spili og mörg mistök hjá Aftureldingu sem að kostuðu sigurinn. Já, kostuðu hrinuna. Sjáum hvað Þróttur Nes gerir hér. Og Pála hérna með laumu, hérna að hirða þetta upp aðeins. Hlæsileg barndagana hjá Aftureldingu. Kristína setur hann yfir léttan. Miðjuspil hjá Valal. Heili með afturínni sókn. Þessi bolti fer út. Kíkjum örsnögt yfir stigaskorið í fyrstu hrinunni. Þá Pála stigast hjá Þrótturinn með 6 stig og Anna María með 3 stig. Velína og María Rún eru stigastar hjá Aftureldingu með 3 stig. Hvað nú Heili hérna á þessum lista? Já, Heili líka með 3 stig. Já. Staðan 2-0 fyrir Þrótt. Heiða Elisabeth í uppgjöfinni. Fín uppgjöf hérna, en góð móttaka við Velínu sem kemur sjálfi svo. Og Helena úr afturlínunni. Glæsileg barátta hérna. En Helena þessum ekki yfir. Þessi fer bara beint upp í rjáfur. (3-0) Og öll stigin komi með mistökum hjá Aftureldingu samkvæmt tölfræðinni. En það auðvitað hægt að fylgjast með henni á blí.is. Kemur sóknarstig þetta frá Pálu. Vel gert hjá henni. Já, Afturelding þarf að minnka mistökin hjá sér. Þannig að ná þær að spila úr þessu. Þessi bolti lendir í snertingu. Á Þróttnes. En ég er ekki viss að nokkur hafi snert hann bolta. Var óviss línuvörðurinn. Sýndist mér. Hann var óöruggur. Og dómari leiksins er að ræða þarna við línuvörðinn hvað hafi gerst. En línuverðir eru til þess að aðstoða dómarana að taka ákvörðunir. Og fyrirlið Aftureldingar reynir að fá þessum dómi breytt, en það var ekkert svoleiðis í gangi hér. 5-0, Heiða Elisabeth ennþá í uppgjöfinni. Og við höldum áfram. Sigdís setur þennan í golf. Afturelding með 1 stig í þessari hrinu. Mikaela, uppspilari Aftureldingar með uppgjöfina. Frábær uppgjöf og hún er blokkuð. Valal. Tvö, 5. Og Valdís þarf að spila þessu upp á kantinn. Og Velína fyrir Aftureldingu, setur hann í gólfið. Frábær.
Frábær spilamennska 3-5. Vandræðum móttökunni hérna Þróttunes. En frábær sókn úr afturlínunni hjá Helenu. 6-3. Pála Del Olmo Gómez með uppgjöfuna. Flott vörn hann langt aftur á velli. Kristína þarf að spila þessu upp hérna á systur sína. Pála kemur úr afturlínunni og Vilína með hálfgerða laumu. Afturlínu svo frá Pálu fyrir gólfið. 7-3 staðan fyrir Þróttnes. Góð byrjun hérna hjá heimakonum. Setja byrjun bara á hérna og í fyrstu hreininni. Pála hér með uppgjöfuna. Frábær uppgjöf hjá henni. Ás 8-3 og Eduardo tekur leikhlé. Já, afturvætning í móttöku vandræðum þessa stundina. Já, það er búin að vera sterkar uppgjöfna hjá Þróttunes. Það er náttúrulega á heimavelli, þekkja húsið mun betur heldur önnur lið. Og komast náttúrulega í 5-0 í svona, í annar hrinunni í svona leik er gríðarlega mikilvægt. Já, en mér finnst nú afturvætningastarfinn að vera kannski að spila móttökuna undir getu. Þar eru með hörku móttökulið og eiga bara að gera betur hreinlega. Já, vissulega hár rétt hjá þér. Þar eru með systurnar Kristínu og Viljánu sem eru hrikalega flottar í móttöku. Og þar eiga svona þess að stjórna móttökulínunni og algjörlega. Og eru náttúrulega með Maríu Rún með sér sem er góð í móttöku en hún er bara ekki 100%. Nei, hún er ekki náð að æfa neitt síðan langt fyrir áramót. Þessi bolti flýtur örlítið út. 4-8. Línuvörður þarna í Neskaupstað með allt á hreinu. Þá er það Velína Apostolova í uppgjöf. Já, þarna setur hún í netið. Sigdís vinnur hérna Valal í blokkinni. Velína ætti náttúrulega að þekkja þetta íþróttahús aðeins betur. Það sem hún spilaði og er uppalinn hjá Þróttunes. Vörn þarna hjá Kristínu en misskilningur á milli Sigdísar og Mikeilu þarna. Særún Birta fyrir liðið Þróttar. Þetta kom fín móttaka hjá Kristínu. María Valan. Þetta er þarna María. Setur hann út. Þessi snerti engan. 10-5. Þróttunes nær að halda forskotinu í 5 stigum. Áfram. Góð móttaka hjá Kristínu. Hailey. Góða sókn hérna. Leggur niður með blokkinni. Og Sigdís Lind fyrir uppgjöf. Uppgjöf hjá henni. Helena. Góð sókn. Fjóla nær ekki að ýta honum yfir. Netti aðeins og hálft þarna fyrir hana.
Flott uppgjöf. María á Pálu. Helena hörkusókn, góð blokk hjá Aftureldingu. Pála á afturlínu, setur hann út. Þessi bolti inni. Nei, þessi inni. Hann lendir á línunni. Algjörlega smurður á línuna. 12-6. María setur blokkina. Hailey fær þennan aftur. Skilar þessum beint niður línuna. Frábærlega gert hjá Hailey þarna. Og hún fer sjálf svo í uppgjöfuna. Þessi bolti úti. Átt erfitt með missaði svolítið uppgjöfuna svolítið út fyrir völlin. Það er að segja aftur fyrir völlin. Og svo ég erfitt með að stjórna pressunni. En ekki Helena Kristín. Frábær sóknanda hjá Hailey. Setur hann í blokkina og út. Og María Rún sem fer í uppgjafarriðtinn fyrir Aftureldingu. Þessi bolti nú aftur út fyrir. Staðan 14-8. Pála. Það setur aftur léttan yfir. Ættu nú að sækja úr þessu. Heiða Elisabeth fær hann aftur. Fjóla. Og Verjana setur hann í puttana á hávörninni. Skynsamlega gert hjá Velinu. Og Fjóla raut í uppgjöf. Glæsileg uppgjöf hjá Fjólu. Vel unnið úr þessi Jómanlar. Þarna fór bara enginn í boltar, hann horfði allar á hann. Glæsilega gert þarna á Þrótturum. Þetta var eitt skondið atvik. Og Heiða Elisabeth í uppgjöf. 16-9. Sigdís á lauma þessu. Spilið heldur langt held ég á hana. Glæsilega afturlínu sóknarna hjá Helenu. Hailey þarf að setja hann auðveldan á Valdísi. Heiða. Fín vörn hjá Maríu. Hailey. Teipa þennan. Er þetta Heiða?
Já. Og Velína, fín skorpa hérna. Og Mikaela fær hann bara sjálf og skorar hérna úr flottismassi. Þetta var vel gert hjá Aftureldingu. Sjáum að Mikaela getur ýmislegt meira heldur en að spila upp. Já. Hún er hávaxin leikmaður og það þyrfti að nota hana oftar í svona pælingar. Hann að gera Þróttarar skiptingu. Anna Karin kemur inn á. Fyrir Heiðu Elisabeth í stöðu Díó. Flottur slætbolti þarna hjá Særúnu Birtu. Þetta er svona hennar einkenni. Vörumerki. Trademark. Já. En 17-10 er staðan hér. Hailey læsilega sókn hérna. Hún er ekkert hægt. Þó að sé 6 stiga munur. Nóg eftir hérna. Og Velína fyrir uppgjöf. Glæsileg uppgjöf við Velínu. Kristína hver þennan. Sigdís setur hann inn. Já. Fín sókn á miðunni á Sigdísi. Það var nú ekki alveg vita hvort hún yrði með hérna í kvöld. Er að glíma við ykkur meiðsl. En hún hefur ákvað að gleyma þeim. Önnur góð uppgjöf hjá Velínu. Frelsingi Þróttar þarna með pönnuköku, svo kalla rétt náði hendinu undir boltan. Glæsileg sókn. Og vörnin ekki síðri hjá Kristínu. Og Marja Þessi bolti er snertur. Fín uppgjöf hérna í Velínu. Góð móttaka í Helenu. Særún setur hann út. Og það ná að minnka munin en frekar. Afturelding hefur fengið síðustu 4 stig. 14-17. Hérna fær hann aftur. Góð blokk þarna hjá Sigdísi. Vel reddað hjá Þrótturum. Þeir fær þennan. Hailey. Góð undirdekkun þarna hjá Marju. Og Helena setur hann í hendurnar á Marju. Sigdís. Fín skorpa hérna. Hver klárar? Er það? Já, Pála Gómez klárar þetta stig. 18. stig Þróttara. Það var frábærlega að spila hjá Þrótti. Þó að uppspilið til dæmis á hana Helenu hafi nú ekki verið gott. Þetta setja hann auðveldan yfir. Já. En það er ná að verjast upp aftur og klára það með sóknum afturlínni. Frábærlega gert. 18-14. Móttaka Sigdís. Helena. Marja. Hailey með góða sókn hérna. Þetta var fast. Hailey virðist vera aðeins að hitna hérna. Aðeins að koma sér meira inn í þetta. 18-15, Sigdís í uppgjöf. Það er vandræði með þetta Þrótturnes. Ná að lauma þessi yfir. Hailey. Já, góð sókn. Valdís með góða vörn þarna. Pála á afturlínu. Glæsileg afturlínu sókn hjá Pálu. Það er verið að ráða illa við hana úr afturlínunni. Anna Karin kemur út aftur fyrir Heiðu. Og var Lali í uppgjöf.
Hún fer langt með þetta núna, 20-19. Valhall setur Ása á hana Kristínu Apostolovu. Svona, hún nánast kláraði líka hreinu 1 áðan. Hún að setur hann það erfiðan bolta yfir á. Hún að hitta á milli þeirra systrana. Þessi var inn. Svo setur léttan yfir. Hailey, Mikaela og Fjóla. Flott sókn hér. Vörnin engi sigri. Laumur allt. Léttur bolti yfir frá Velínu. Og fyrir aftan. María Rún blokkar hér Heiðu Elsabetu. Og ánægð með það. Mjög sátt greinilega. Að blokka þarna fyrir liðsfélaga sinn. Getur verið erfitt að spila á móti sínum gömlu félögum. Heiða glæsilega sókn hérna. Nær hún að borga fyrir sig. Helena Kristín gefur þá upp fyrir Þróttnes, 21-16. Það er náða að halda þessu í þessum 5 stigum. Sjáu þetta glæsileg sókn úr afturlínunni. Þróttarar eru að skila gríðarlega vel úr afturlínunni. Afturlínunni hefur ekkert í þessu bolta. Nei, eiga bara í mjög miklum erfiðleikum með þá. Þessi fer í gæsina. Svo kallu 23-16. Vantar aðeins 2 stig upp á til þess að vinna hér þessa hreinu. Og Helena Kristín í uppgjöf. Kristína og... Þessi bolti er... Já, ég sá ekki alveg hvað gerast þarna. Nei, ég er nokkuð vissum að Þróttunes hefði átt að fá þennan bolta, en hún sýndist blokkin hafa verið frá afturheldingu og út, en látum þetta liggja milli hluta. Pála Kristína á Velínu sem að slæra næstu því bara undir netið. Þá sjáum við skiptingu sem að Þróttar hafa gert aldrei, að Kristrún kemur inn á fyrir Hrafnhildi Ástu. 24-17. Nær Kristrún að klára þetta hér. Flott uppgjöf hjá henni. Velína setur hann í netið. Og Þróttarar taka hérna aðra hreinu, 25-17. Mun meira afgerandi en svo fyrsta. Það er spurning hvað afturling gera hérna í þriðju hreinu. Við Sævar tökum okkur smá pásu.
Já, komið sælir, kæru áhorfendur. Við erum að fara í gang hérna með þriðju hrínu í leik Þróttar Neskaupstaðar og Aftureldingar. Hérna sáum við á milli hrína flotta takta frá leikmanni Katalist Þróttara Ragnari Axelsinni. Góða, hvaða klappstýru takta? Já, þetta voru smá klappstýru taktar hjá Ragnari. Þetta nú ekki fyrst skipti sem hann gerir þetta í svona úrslita einvígi. Man eftir að sé þetta eitthvað í fyrra hitti fyrir að flotti taktar. En hrinnundar fóru fyrst að reyna 25-21 fyrir Þróttnes og seinni reyna nummer 2 25-17. Sitt í sérna með fína miðjunsókn og Hailey að skora fyrsta stigi fyrir Aftureldingu. Hailey stigahæst Aftureldinga kvenna með 9 stig. Sigdís, Velína og Marja Rún allar með 5 stig. Hjá Þrótturum það Pála sem ber höfuð og herðar yfir hina leikmennina með 13 stig og Helena Kristín með 6. Heiða setur þennan út. Engin snerting. Engin snerting þarna. Aftureldingar stúlkur byrja hér betur í þriðju hrínu 2-0. Vandræði móttökunni hjá Þróttarnes og Pála setur þennan í netið. (3-0) Og með Keila í uppgjöf. Pála setur hann aftur fyrir völlinn. Já, og nú það Þróttarar sem að gera mistökin. Nokkuð mistöki á Þrótti. Og Borga tekur leikhlé. Ekkert að halda neitt upp á leikhlén sín. Að gera stoppa þetta strax. Spurning hvort hann sé ekki bara aðeins að skerpa á einbeitingunni hjá þeim. Fækka mistökunum. Það vill vera þannig að eftir 2 unnar hrinur að þá missa lið stundum einbeitinguna í þriðju. Algjörlega. Spurning hvort að Mikaela ná þessari uppgjöf yfir. Já. Valal. Vel gert þarna. Velína setur hann langan aftur á Helenu. Og Pála setur hann í netið. Já, þessi fór aldrei upp fyrir netstrengin. Nei. 5-0. Afturelding komið strax í góða gott forskot hér í upphafi þriðju hrínu. Og 4 mistök hjá Þrótturum í röð. Já. Þessi hrína bara nánast alveg eins. Hún fer í netið þarna. Hailey. Sýndist þetta einmitt. Heiða Elisabeth með uppgjöfuna. Fín móttaka hjá Kristínu. Hailey fær þennan. Tekur hann síðan aftur. Fær hann aftur. Valal. Valdís spilar upp á Valal. Sem setur hann á Kristínu. Elína. Góðar varnir hérna hjá báðum liðum. Hailey laumar í hendurnar á Heiðu. Og Valal gerir þetta vel. Góð tilhörna hjá Aftureldingu.
en þær náðu þess ekki yfir. Nei, Samvala lauma þetta aftur fyrir sig sem átti erfiðleikum með að koma upp í loft. Heiða Elisabeth í uppgjafarreitnum. Vandræði í móttöku hérna hjá Maríu. Fyrir að koma þessum létt yfir. Pála. Þessi fer í blokkina og út fyrir. Ná að minnka munin hér niður í 2 stig. 3-5. Og Heiða Elisabeth í uppgjöf. Þarna allir að dæma. Óla sóknur afturlínu. Við metið það svo að uppspilari afturöldingar hafi farið upp fyrir netstrengin. Góð uppgjöf hérna. Seydís slæði þennan út, vill fá snertingu en enginn sá hana. 5-5. Þróttar að jafna hérna. Góð uppgjöf hérna hjá Heiðu. Hailey slæði þennan inn. Og Velina fyrir uppgjöf. Uppgjöf, góð móttaka hjá Velinu. Særún. Hér fær þennan að María. Og Pála slæði þennan langt út, hefur bara hitt hann eitthvað vitlaust. Já, greinilega. Velina Apostolova með uppgjöfuna fyrir afturöldingu. Dómarinn hefur þurft að gera endurtekna uppgjöf. Eitthvað hefur truflað hana leikinn. Bolti farið inn á völlinn eða eitthvað slíkt. En 7-5 afturöldingu í vil. Særún að slá hann út. Bolti fyrir út fyrir. Mikið mistök á báða hér. Hallar Pálu sem að gera þetta smekklega, setur í fingurna á blokkinni. Og það sé hann sjálf í uppgjöf. Móttakaðu Kristínu Hailey. Gerir þetta vel. Gerir bara það sama. Sex, Seydís í uppgjöf. Setur hann í netið þennan. Særún Birta fer þá í uppgjafareitin fyrir Þróttnes. Oft verið gæfuríkt hér í kvöld. 7-9. Það hitt ástað núna. Þessi fór bara í netið líka. Svona frekar döft í öðru þessu akkurat núna.
Flott uppgjöf Hailey og Helena Kristín með frábært smast þarna kantinum. Lauma þarna hjá Valal. Keila á Maríu sem að laumar. Kristína Fjóla fyrir aftan. Já, glæsilega gert. Potar í hann. Hún að pota örlítið í boltan. Allt saman löglegt. Það vantaði reynda bara örfáa sentimetra upp á til þess að þetta er ólöglegt hjá Hrafnhildi. En á meðan boltin er ennþá yfir netinu þá er þetta í lagi. Móttaka með velinu María. Vörð hana hjá Kristínu. María setur hann auðveldan yfir. Langan á Valdísi. Hrafnhildur. María setur hann í netstrengin og inn. Þessi bolti er inni. Gaman að sjá hans hvernig mistökin hafa færst yfir á milli liða. En Þróttarar hafa gert 7 mistök í þessari hreinu á móti 2 mistökum hjá Aftureldingu. Þannig að það er ansi mörg mistök. En hérna er flottur ás hjá Maríu. 12-4, nei 12-8. Þessi bolti er úti. Þá er það Helena Kristín í uppgjöf. Áhorfendur hérna í íþróttahúsinu staðnir upp. Glæsileg lauma hjá Mikeilu, Kristína og Fjóla. Góð sókn. Vel varist þarna hjá Þrótturum. Helena. Aldís. Setja hann réttan yfir þarna. Og Helena setur hann beint í hornið. Fínn kafli hérna hjá Aftureldingu. Já, það er náttúrulega komin bakið upp fyrir vegg. Þær þurfa að vinna þessa hreinu til þess að halda lífi í þessum leik. Sjáum að flott uppspil þarna hjá Valal. Svolítið nálægt netinu en hún gerði vel. Skilar á miðunni, Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Flott sókn þarna hjá Hrafnhildi. Skorar hér 10. stig Þróttarnes. 10-13. Hrafnhildur Ásta fædd 2000. Það er ekki háraldur. Nei, rétt 18 ára gömul. Það er taka mótið þessu. Erfið bolti hérna en Heiða Elisabeth og skilar henni. Minkar munin niður í 2 stig. 11-13. Hrafnhildur Ásta með uppgjöfuna. Móttaka hana hjá Maríu. Kristína á systur sína. Góð sókn hjá Vélínu. 14-11. Keila í uppgjöf. Helena setur hann yfir á Maríu og Keila og Hailey. Laumar, glæsileg lauma hjá Hailey. Þróttarar voru að búast við hörkusmassi þarna. En í staðinn lá laumar hún bara yfir.
í svæði sem að enginn nær. Glæsilega gert hjá Hailey. 15-11 og Þróttur tekur leikhlé 11-15. En já, Þetta er seinna leikhlé hjá Þróttur eða ekki? seinna leikhlé hjá Borga. En eins og í öðrum úrslitaleikjum þá þurfa liðin að vinna 3 leiki. Næsti leikur eða leikur nr. 2 í þessari rimmu fer fram á miðvikudaginn klukkan 8 í Varmá og þriðji síðan á föstudaginn klukkan 8 í Neskaupstað aftur. En hvað er að gerast á morgun, Sævar? Á morgun er þriðji leikur í úrslitarimmunni Íslandsmeistaratitil karla í blaki. KA menn fá HK þá í heimsókn norður til Akureyrar í KA heimilinu. Sá leikur fer fram klukkan 8. Verður í beinni, þráðbeinni hér á Sport TV. En ekki hvað? Frá Akureyri. En KA menn geta með sigri tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í blaki. En við erum hér í Neskaupstað, fylgjast með þessum leik hér. Afturheldingar skora sitt 16. stig, 16-11. Fín skorpa hérna hjá Afturheldingu. En það er nóg mikið þarna. En þá eiga þær í vandræði með afturlínusóknirnar hjá Þrótturum. Heiða Elisabeth í uppgjöf. Kristína með fína móttöku og Hailey með hörkusókn. Þeir í gefnum blokkina þarna. Já, Velína Apostolova með uppgjöfina. Flott uppgjöf hjá Velínu. Új. Næra. Þetta var nú óþarfi hjá Pálu. Já, dýrmistök hérna. Ætlaði að setja hann bara rétt yfir netið, en hann dreif ekki þangað. 18-12. Virðist vera eins og Afturhelding sé að ná tökum að þessari hrinu. Fín vörn hér og Hailey setur hann auðvöldan yfir. Hann ná að bjarga þessu, en Nei, þetta fer í heldur gólfið. þetta sé hárréttur dómur hjá dómarunum. Bolti fer í gólfið. Allan einhver hluti á honum. Pála að koma inn á, nei, að koma út af fyrir Maríu Bóel Guðmundsdóttir. Já, hún er að koma hérna inn á kantinn, hún María Bóel. Hefur verið leikmaður í díóstöðunni. Meira held ég í vetur. En sennilega frábærlega gert hjá henni. Og innkoma þarna hjá Maríu. Setur, hún bara kemur inn og neglir bara inn blokkina og niður. Og fer síðan sjálf í uppgjöf. Og með flottur uppgjöfur sér stelpa. Þrettán 19. Og þessi fyrir netið. Ég hrósaði henni og snemma. Já, Ég skal taka þetta stig á mig, sorry. Sunna farin að taka stigin á sig bara. Sigdís. Þessi bolt er inni á sjá henni. 21-13. Sýnist að við séum á leiðinni í fjórðu hrinu hér í Neskaupstað. Enginn að fara heim alveg strax. Duðspil hérna hjá Valal. Smá klúðurslegt hérna hjá Afturheldingastelpum. Smá vandræðagangur hann í gangi, en þessi bolti liggur inni frá henni, Helenu.
Kristínu. Hún ekki búin að gefast upp hér í þessari hrínu, 14-21. Annað eins hefur nú gerst svona... Jú. Þetta ekki munur, myndi einhver segja. Nei. Fín uppgjöf hérna hjá Særúnu Birtu. Og lauma frá Helenu. Læsileg lauma hjá Helenu. 15-21. Særún Birta aftur í uppgjöfinni. Já. Ás frá henni. Nú myndi ég fara að taka leikhlið ef ég var Edward og hann á ennþá bæði sín leikhliðinni ef ég man rétt. Já, hann gerir það hér. Þetta gott move hjá Eduardo. Taka leiklið núna. Ekki bíða eitt meira með það. Þróttar búin að fá síðustu 3 stig. Og það getur ýmislegt gerst þegar þær komast á flug. Jep, heldur betur. Það ætlar að stoppa það strax. Það kannski líka dálítið að þessu til að trufla Særúnu. Já, alveg klálega. En... við höldum þá áfram leiknum hér. Særún Birta í uppgjöfinni. Hvað gerir Særún hér? Setur hann í netstrenginn. Ansi mörglið kom með þetta fagn. Já, þetta eins konar ásafagn. Svona 17-21. Særún Birta lét Eduardo ekki trufla sig þarna með leikhliðinu. 2 ásar rauðkomnir frá henni. Og þessi... Góð. Hailey setur hann lausan. Smá misskilningur hérna milli Valal og... Já, ég sá ekki hver þetta var. Þetta var Særún Birta. Það náðu ekki til hans. 22-17 Hailey í uppgjöfinni. Fín uppgjöf hérna. Vandræði móttökunni á Þróttinni S og María Rún. Hún blokkuð. Það Valal sjálf sem að blokkar María Rún. Glæsilega gert hjá henni. Og hún fer þá sjálf í uppgjöfarreitin. Sterk staða hjá Þróttinni S akkurat núna. Það eru 3 sóknarmenn frammi. Og Valal sjálf í uppgjöfinni. Þessi bolti úti. Ekki var nú mikill aðgangur á honum þarna held ég. Nei. Það geta víst, hún víst mannlega eins og við hinn. Já, 23-18. María í uppgjöf. Setur enn eitt boltan út. Hún ekki búin að eiga góðan uppgjöfadag, María. Þetta of margir. Það eru of margar uppgjöfir farnar forgörðum. Og þá það Helena Kristín. Það á móti þessu hún Kristína. Hún blokkuð. Hrafnildi sýnist mér. Já. Smá líflína hér til Þróttarnes. 20-23. Það getur allt gerst ennþá. Flott uppgjöf. Móttaka hérna Fjóla. Glæsilega svo fyrir aftan. Frábælega gert hjá Aftureldingu þarna. Frábært uppspil á Fjólu sem að skila vel. Fyrir aftan. 24-20. Fjóla með ás. 25-20.
Glæsilega gert hjá Fjólu Svavarsdóttur. Afturhending nær þá að vinna hreinuna 25-20 og við förum í fjórðu hreinu eftir örskamma stund. Tökum okkur smá hlé þangað til. Þá fyrir við að hefja leikina í fjórðu hreinu í baráttunni Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna. Þetta fyrsti leikurinn, hann þarf að vinna 3. Þróttur Nes tekur hér á móti Aftureldingu. Þróttarar yfir 2-1 í hrinum. Unnu fyrstu 25-21 og 25-17. Aftureldinga konur snéru sig við í þriðju hreinu, unnu 25-20. Já, Afturelding fækkaði mistökunum sínum svolítið mikið á milli hreina þarna. Új, shush. Þessi bolti inni. Glæsileg byrjunarsókn hérna hjá Hailey. Og Elína fer þá í uppgjafreitin. Það einhver vandræði í gangi á vellinum sem við sjáum ekki. En þá kemur uppgjöf hérna frá Elínu. Fín lauma hana hjá Valal. Marja. Þær eru með hana svolítið í siktinu, hana Marju. Og Særún Birta, glæsileg sókn þetta á Einari. Setur þetta á góðan stað þarna, var bara með eina á móti sér í blokk.
Maríu. Sigdís var of sein út á kantinn til Maríu. Og Pála Gómez í uppgjöf. Fín uppgjöf hérna hjá Pálu. María setur áfram á Valdísi. Hún lendir í vandræðum með hana. Og Særún að slá þennan út. Kíkjum aðeins á stigin örsnögt. Pála Gómez stigast hjá Þrótti með 15 stig. Eftir henni Helena með 9. Hailey langstigast í afturvelningu með 16 og síðan það Sigdís, Velína og María Rún allar með 7 stig. Já, nokkuð dreift stigaskor hjá báðum liðum. En hér það Helena Kristín Gunnarsdóttir sem setur boltann í hávörðina og út. Dómarinn lengi að dæma en dæmdi rétt á endanum. Særún Birta með uppgjöfuna fyrir Þróttnes 2-2. Gott uppgjöf hjá henni. Hailey. Vörn hjá Pálu. Helena. Ná honum ekki þarna. Þrátt fyrir frábær tilþrif 3-2 fyrir Þróttnes. Og Særún Birta hér með uppgjöfina. Setur hann í netið. Já, of dýr mistök þarna. 3-3 staðan, allt í járnum hér í upphafi fjórðu hrynu. Pála, flotta afturlinnusókn. Hailey setur hann lausan yfir, beint í gólf. Pála og Heiða í vandræðum með þennan. Sýndist eitthvað fyrir að þurrka gólfið þarna hjá Þróttnes. Hitastigið sennilega í hámarkið þarna í Neskaupstað. Mikið fólk í húsinu. Helena, góða sókn. Frábært smass stig hjá Helenu Kristínu. Sjáum að Borga hefur ákveðið að setja Tinnu Rut Þórarinsdóttur inn sem frelsingja í þessari hrynu í staðinn fyrir Valdísi og hún að taka sannlega varnarfrelsingjan. Flott. Vel gert þarna hjá Fjólu Rut. Og María Rún í uppgjöf. Nú er eitthvað að gerast sem við sjáum ekki. Það er gaman að sjá hvað er að gerast hjá dómurunum núna. En uppgjöfin frá Maríu Rún. Þetta hefur sennilega bara verið þurrka golf. Fjóla hlæsilega sókn þarna. Frábær sókn hjá frá Fjólu á Einari. En 6-4 fyrir Aftureldingu. Helena heldur áfram að skila. Hún er öflug að slá svona í gegnum blokkina. Já. Hailey. Það er nóg að bjarga þessu. Pála
Hörkusókn, en afturhelding heldur þessu á lofti. Já, fínasti varnarleikur í gangi hérna hjá þeim. Hrafnhildur laumar. Og Heiða. Ná að sækja úr þessu. Blokk frá Hrafnhildi. Vilína setur þennan hvar inni. Langan aftur. Langur aftur á línuna. Sennilega bara rétt slegt hana með viðbröðin hjá leikmönnum. 7-5 fyrir afturheldingu. Og Velína spyr hver að fara í uppgjöf. Maður gera að hafa það allt á hreinu. Það er víst Fjóla Rut. Sjö-5. Pála, fína sókn sem að afturhelding pressar ofan nálægt netinu. Og Hrafnhildur Ásta í uppgjöf. Marja Kínlauma þarna hjá Mikailu. Já, þetta var vel gert hjá henni. Móttakaðan kom svolítið hratt á hana. Hún tekur ákvörðun að loka metrónum að lauma. Framlengdi bara í rauninni boltan. Setur þennan síðan rétt út. 7-8. Heiða með glæsilega uppgjöf. Ásar hérna, afturheldingakonur. Og jafnar fyrir Þrótt. 8-8. Og þessi fyrir netið. Velína hér með uppgjöfuna. Fín uppgjöf. Það er alltaf að sækja hann langt. En Pála setur hann niður með línunni. Vel gert. Fer síðan sjálfu í uppgjöfarreitin. 9-9. Allt í játnum hér í þessari hreinu. Svona eins og hvorugt lið takki af skarið alveg strax. Heili glæsilega sókn. Það þarf að dyrka gólf. En einu sinni Flottur stuttur hérna fyrir aftan hjá Valal og Særúnu Birtu. 10-10 er staðan hér. Mopparinn kom inn á völlinn þarna til þess að þurrka. Heili þarf að taka móti þessum bolta mjög framalega, redda honum yfir og Helena Kristín færa, neglir honum í stöðu 4. Frábærlega gert þarna, 11-10. Helena fær þarna glæsilegt uppspil frá Valal og skilar því. Særún Birta hér. Fjóla að fá lágt uppspil hérna frá Mikailu. Hún fór aldrei yfir strenginn þessi.
Þróttunes komið þá í 2 stiga forskot, 12-10. Já, fer í netstrengin þarna. Þessi þriðji boltinn hjá Særúnu sem fer svona í netstrengin. Hailey setur hann út. 13-10. Dýrmistök hérna hjá Afturöldingu og þær taka leikhlé hér í stöðunni 13-10. En hvað segir smá sagnfræði, Sævar? Já. Ef við kíkjum aðeins á sögu þessara liða hvað Íslandsmeistaratitla varðar, þá hefur Afturelding orðið þrisvar Íslandsmeistari kvenna. Fyrsta árið 2012. Já. Og síðan alltaf annarkvort ár. 2012, 14, 16. Þannig að samkvæmt reglunni ætti þær að taka titilinn í ár. Já. Þróttar auðvitað með lengri blagsögu og hafa orðið 8 sinnum Íslandsmeistarar. Fyrsta árið 96. Síðast fengu þær titilinn 2013. En ef þær ná titlinum í ár, þá jafna þær Víking með flesta Íslandsmeistaratitla. Yfir flesta Íslandsmeistaratitla í blaki kvenna. Og þetta var smá sagnfræðihorn Sunnu. Já. Það er alltaf gaman að kíkja í söguna, sjá hvernig þetta liggur allt saman sögulega. En við sáum þarna Hailey slá þennan fast í gólf fyrir Afturöldingu. Staðan orðin 11-13. Glæsilega gert hérna hjá Helenu Kristínu. Og Valal fyrir í uppgjöf. 14-11. Glæsilega gert þarna hjá Helenu sem blokkar hann í gólfið. Skilur hérna 15. stigi til Þróttara. Þjálfari Þróttarnes Borga að segja sinni spúsu að gefa hann á einhvern ákveðinn stað hinum meginn á vellinum. Á að verjast þessu og svolítið nálægt þarna, eða langt fyrir utan. Nær ekki að bjarga þessi yfir Heiða Elisabeth. Þá er það María Rún sem fer í uppgjöf. Hún er búin að vera sláðandóltið út núna og hún þarf að taka hans að slæginu. Já, gerir það hér. Og Heiða glæsileg blokk þarna hjá Fjólu sýndist mér. Heldur spennu í þessari hrinnu. Alveg klárlega. En þú varst að tala áðan að Afturölding hefði orðið Íslandsmeistari 2012, ekki satt? Jú. Og það var nú bara fyrsta tímabili sem að þær voru með lið í efstu deild í blaki kvenna. Þannig að þær urðu meistarar á sínu fyrsta tímabili. Það er nokkuð vel gert. Geri aðrir betur. Þróttur tekur sitt fyrra leikli í hrinunni, stöðunni 15-14 fyrir Þrótt. Staðan hér 15-14 og Þrótturnes tekur leikli. Borga hefur fengið nóg af þessu. 3 stig hjá Afturöldingu í röð. Aðeins að endurskipuleggja hér leik sinn. Leikmenn Þróttar. Koma hérna aftur inn á völlin. Og María Rún Karlsdóttir í uppgjöfinni. Mín uppgjöf hérna Helena Góðsók sem er
úti. Þessi bolti snertur. Þróttar eitthvað ósáttur við að fá stig. Já, greinilega. Einkennilegt, maður sér það ekkert. 16-14 fyrir Þrótt. Stína. Línuvörðurinn hefur líklegast séð snertinguna þarna. Pála Kóðsó. Fín vörn þarna hjá Kristínu. María nær þessi yfir. Og Pála glæsileg svo. Góð vörn hjá Maríu. Já. En þessi úti hjá Hailey. Þetta er flotta tilraun. Þetta er rétt út þarna, sýndist mér. (17-14) Þetta er leiklega hjá Borga á hann skila sínu. Já, heldur betur. Það er einn bullandri vandræði með þetta með móttökuna afturölding. Já. Heiða Fjóla slæði þennan bara út. Virðist eins og Þróttur síðan átökum á þessari hrínu. 18-14. Maður ætti kannski að bulla eitthvað aðeins meira þetta beinni útsendingu frá Neskaupstað. Afturölding tekur sitt seinna leikhlé, ekki satt, Sunna? Mér langar að segja fyrra. En já, það má vel vera fyrra. Ég segi pass, það má segja pass við þessu. Það er lagi. Já. En já, þetta er bara fyrir leikliðið á Edu. Búinn að komast á því. Skiptingallu. Sjáum hvað gerist hér. Þarna hefur verið gaman að sjá hvað gerðist. Helena Kristín í uppgjöfinni áfram, 19-14. Þetta er stórkostlegt. Fín móttaka. Fjóla. Fjóla með hörgusó. Glæsilega gert hjá Fjólu. Og þá gerir skipting hérna hjá afturöldingu. Steinunn Guðbrandsdóttir kemur hérna inn á fyrir Fjólu. Sama skiptingu við sáum í fyrstu hrínu. Já. Glæsileg innkoma hjá henni. Skorar Ás hérna. Byrjar að skora Ás. Frekar nett. Steinunn aftur með uppgjöfuna. Önnur góð, en Helena með glæsilega móttöku og Hrafnhildur. Flott miðjuspil hérna hjá Þrótti Nes. Ná að stjórna þessu vel. Gert þarna. Bratta niður. Það var nú ekki alveg út á kantinn en aðeins styttra. Greinilega planað allt saman hjá þeim. Frábær flétta hjá Valal. Liðin skipta hér leikmannum. Kristrún kemur inn á fyrir Hrafnhildi og Fjóla kemur inn á fyrir Steinunni. Þróttur Nes hér með tak á þessari hrínu, 20-16. Flott uppgjöf hérna á Kristrúnu. Lauma vörn og hvað gerist? Missar hann í gólfið þarna. 17-20. Kemur skiptingin tilbaka og mopparinn inn á völl að moppa.
Efnilegum opparið þarna ferð. Sjáum að áhörundur farnir að rísa á sætum til að styðja Þróttnes. Mikaela ná að bjarga þessu yfir. Hailey fær hann þessu gangandi. Særún með glæsilega miðjusókn þarna. 21-17. Þetta var frábær sókn hjá Þrótti. Anna Karen að koma hér inn fyrir Heiðu í uppgjöfina. Höfum svolítið séð af þessari skiptingu. Anna Karen uppspilari en getur einnig spilastöðu Díó. Þessi uppgjöf. Velína. Fín vörn þarna hjá Önnu Karini. Þurfa að setja léttan yfir. Miðja. Sigdís potur honum yfir. Hailey, Mikaela ekki búin að finna Sigdís sem nógu vel í þessum leik. Nei. Hún er mikið búin að vera í svona potboltum en þeir skila sér líka stundum. Já. Hérna með góða móttöku. Pála. Hailey, Velína. Og Pála setur hann út. Hárrétt til dómur, þessi fyrir út fyrir 19-21. Komin ágætis spenna hér í leikinn. Spurning hvort liðið á meirinni hérna á lokametrunum. Það er nálagt. Þessi bolti fer á línuna úr blokkinni. Og nú er einungis 1 stig sem að skilju liðin að. Og Borka tekur seinna leikhliðið sitt. Já, þær þurfa aðeins að stilla sig af. Afturhelling bara að eiga góðan kafla núna. Já. Búin að taka síðustu 3 stigin. En mistökin eru svipamörg hjá liðunum í hreinunni sem að skila sér í jafnari hreinu. Já, bara spurning hvort liðið á meira inni hér. Sjáum að Þróttunes er að skipta líka aðeins leikmenn og annað. Helena og Pála. Já, vel gert þarna hjá Pálu. Þessi fór inn, bara datt á línuna aftast. 22-20. Gríðarlega mikilvægt að hafa breidd á bekknum líka af leikmönnum sem geta komið inn í þessari stöðu eins og hjá Þróttunes núna. Flott hávörn hér og Hailey fær hann aftur. Það er bara eins og þessi er búin að planta hávörðinu á Hailey. Og Helena Kristín. Hailey þarf að setja léttan yfir. Helena hlýtur upp á þennan. Snerting eða hvað? Hvað segir dómarinn? Úti! Þessi bolti er úti, engin snerting þarna. Sigdís Lind komin í uppgjafareitin. Góð uppgjöf. Lali vandræðum. Og þær þurfa að setja henni léttan yfir. Þróttunes ætti að ná að sækja núna. Særún. Glæsilega gert hjá Særúnu. Og kemur þennan Hailey. Setur hann léttan yfir hér. Og Helena setur hann út. Það var snerting. Sá ekki snertingu, já. Snerting var það. Mér sýndist þetta líka. Sýndist þetta að vera hárréttur dómur.
23-21. Æsi spennandi hér í Neskaupstað. Voru ekkert að æsa sig heldur leikmenn Aftureldingar yfir þessum dómi. Glæsileg uppgjöf hjá Særúnu Birtu. Ás þarna. Eru Þróttarar að taka þennan fyrsta leik á heimavelli. Særún Birta með annan ás. Tryggir Þrótturum sigri. Frábært sigur. 25-21 í þessari hrinu, 3-1 í leiknum. Fyrsti leikurinn búinn. Leikur nummer 2 hér í Varmá á miðvikudaginn klukkan 8. Þriðji leikurinn í Neskaupstað á föstudaginn klukkan 8. Alveg hárrétt hjá þér svona. En á morgun er þriðji leikurinn hjá Köllunum þar sem að KA tekur á móti HK. Þar gætu við sér bikar fara á loft ef að sigurinn dettur KA-manna megin. En við sjáumst þá í blúsandi beinni hér á Sport TV. Við Sævar þökkum fyrir okkur í kvöld. Já, takk fyrir mig. Sjáumst aftur hress á morgun. Verið sæl. Skóbomba, skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Allt fyrir stóreldhús, hótel og veitingar, mötuneyti fyrirtækja, skóla og heilbrigðisstofnana. Allt hjá okkur, verslunartækni.